Það svo sem ekki af góðu að við erum að halda þetta örundi og breytingin hefur náttúrulega orðið sú frá því að við boðum til fundarins og þangað til í dag að við færðumst af viðbragðsstigi yfir á hættustig. Þannig að ég tala út frá því líka. Þetta hefur verið erfið byrjun á ári. Við höfum haft mörg viðbragðsstig í gangi. Þannig að það er eiginlega að fara að tala um nokkur vöff í einni púlíu. Við tölum um veður, við tölum um verkföll, við tölum um veiru og svo eru vetrarfrí sem leggjast ofan á og svo sjáum við líka fram á að vínbúðirnar loki í næstu viku ef ekki verður betur gert í að ná samningum. Þannig að nóg er af verkefnunum fyrir okkur að takast á við. En það sem við ætlum að tala um hér er að ég ætla að reyna að vera eins stutt og ég get að tala aðeins um kórónuveiruna og hlutverk stéttarfélaga samkvæmt viðbragðsáætlun heimsfaraldur og það sem ég ætla að gera er að reyna bara að vísa ykkur á þær upplýsingar sem að ég legg til að þið gerið að ykkar daglegu rútínu á meðan að ástandið með þessum hætti að fara inn á heimasíðu landlæknis og þar eru allar upplýsingar sem við þurfum á að halda og stuðningur við það hlutverk sem að við höfum sem stéttarfélög. Síðan er Magnús Nordahl kominn hér í sófann til mín og hann ætlar að taka síðan við spurningum sem ég veit að liggja á ykkur og það hefur verið í gangi mikil umræða síðustu daga það hvernig þetta er með fjarvistir frá vinnu og greiðslu laun og annað slíkt. Þannig að Magnús Nordahl er hérna til þess að taka þann hluta af umræðinni í tengslum við þetta ástand sem við erum í og ég vísa til líka yfirlýsingar sem að sendar hér frá Alþýðusambandinu frá henni Drífu Snædal vegna COVID-19 og fjarvista frá vinnu sem birtist í gær og það verður líka tekið fyrir á miðstjórnarfundi á morgun og mótuð þá einhvers konar stefna eða yfirlýsing sem verður send út. Þannig að Magnús er hérna til þess að leiða okkur áfram í því og það er náttúrulega skiptir miklu máli. En þá skulum við halda áfram. Þetta er hluti af viðbragðsáætlun heimsfaraldur sem að almannavarnir hafa gefið út og er í endurskoðun en hér er talað óvissustig, hættustig og neyðarstig og við erum sem sé komin á hættustig og þetta er viðbragðsáætlun sem er sko upp á 100 blaðsíður og nákvæmlega þessi hluti af þessari viðbragðsáætlun á við samtök launafólks og þá hlutverk stéttarfélaga og það sem að er hlutverk okkar á óvissustigi er að afla okkur upplýsinga áætlanagerð vegna heimsfaraldur inflúensu og ég sendi ykkur tölvupóst fyrir rúmri viku síðan þar sem að ég sendi til ykkar upplýsingar og leiðbeiningar til framlínu starfsmanna í atvinnulífinu og vakti athygli á hlutverki stéttarfélaga og síðan er annað hlutverk á óvissustigi að sinna þessari upplýsingaskyldu gagnvart þá stéttarfélögum og svo hjá stéttarfélögum gagnvart félagsmönnum þeirra ábyrgð, réttindi og skyldur þegar heimsfaraldur er að ræða. Síðan hefum við færst yfir á hættustig og þá skiptir miklu máli þar sem er að koma mikið upp í umræðin í dag þetta gæta réttinda launafólks vegna þessara sérstöku aðstæðna sem nú eru og það er það sem við erum að takast á við. Og það er það sem að skiptir máli og Maggi tekur hér á eftir. Og síðan að sinna þessari upplýsingaskyldu til okkar félagsmanna þeirra ábyrgð eins og það að fara eftir því þegar þeim er sagt að þau eiga að vera í sóttkví, þeirra réttindi, að fá greidd laun og hvaða skyldur þau bera. Þannig að þetta er það hlutverk sem við höfum. Á heimasíðu landlæknis eru allar upplýsingar sem við þurfum og ég legg mjög ríka áherslu á það að við drögum andan djúpt.
ég heyrði bara á leiðinni heim úr vinnunni í gær viðtal við sóttvarnalækni held ég að verið, þetta var á blaðamannafundinum þar sem hann sagði að síminn 1700 stoppaði ekki vegna þess að fólk var í panik eftir að hafa fengið tölvupósta frá sínum yfirmönnum. Þannig að við þurfum líka bara að passa að gefa góðar leiðbeiningar sem skipta mjög miklu máli en gera ekki óþarfa hræðslu, þannig að það verði svona panik ástand. En á heimasíðu landlæknis að þar eru allar þær upplýsingar, sjáu þið heimasíðuna. Ok, frábært. Þessi guli borði hér, kórónaveira, það er það sem að við ítum á og þá förum við yfir á upplýsingasíðu sem að hefur mjög margar upplýsingar til staðar. Þar er stöðuskýrsla sem gefin er út mjög reglulega og það ef við ítum að hana þá sjáum við að hún var gefin út hér síðast bara 2. mars og stöðuskýrslan hún segir frá því hvaða það er þau 3 tilfelli af veirunni sem hafa verið greind þegar þetta var gefið út klukkan 6 í gær, síðan hafa reyndar fleiri tilfelli verið greind eftir það. Síðan er farið yfir útbreiðsluna erlendis, þessi hver er staða mála bara á heimsvísu, síðan hver staðan er á Íslandi og þetta er gefið út mjög reglulega. Þannig að hvernig næ ég nú aftur að fá þetta inn? Hérna, svona. Síðan er hér undir þessari heimasíðu landlæknis, þar er hvað það er sem þið þarft að vita. Þannig að hér er bara hægt skilgreiningssvæðis með smithættu, spurningar og svör og hér er mjög fínt vídeo sem ég ætlaði að sýna ykkur en ég bara til þess að spara tíman og bara vísa ég ykkur á endilega skoðiði þetta vídeo. Það segir okkur heilmikið og róar aðeins, segir hvernig smitleiðirnir eru, hvað er ólíkt með þessu og venjulegri flensu og annað slíkt. Síðan eru líka leiðbeiningar til framlínu starfsmanna og þetta er bæklingurinn sem ég sendi ykkur en það er hins vegar búið að uppfæra hann. Hérna leiðbeiningar til framlínu starfsmanna, hann hefur verið uppfærður síðast 18. febrúar. Þannig að það er líka eitthvað, það eru uppfærðar þessar leiðbeiningar jafn óðum hjá landlækni og hér eru leiðbeiningar vegna veikinda sem að koma upp hjá þjónustufyrirtækjum, grundvallar smitgátt, þetta að hafa góðan aðgang að handþvottastöð sem sé að koma að vaski með sápu og spritti og annað slíkt. Þannig að hér eru mjög góðar leiðbeiningar á þessu sýkingar af völdum nýrra koronaveiru, leiðbeiningar til framlínu starfsmanna í atvinnulífinu. Ef að þið komið til þess inn á skrifstofu Alþýðusambandsins í dag, þá liggur þetta frammi frekar víða ásamt handspritti. Og hér erum við líka að ýta á að fólk fari þvoið sér hendurnar samkvæmt kúnstarinnar reglum. Síðan eru ýmsar spurningar og svör sem hægt er að lesa sér til líka á landlæknis heimasíðunni og svo þessar stöðuskýrslur sem ég ykkur áðan. Þannig að hér eru allar þar upplýsingar sem við þurfum að halda fyrir svona til þess að við vitum hvað við eigum að gefa úti til okkar félagsmanna. Þannig að endilega kynnið ykkur þennan gátlista, bækling fyrir, með leiðbeiningunum fyrir framlínu starfsmenn. Þið eru partur af framlínu starfsmennum. Það er þetta að gæta vel að almennu hreinlæti, sérstaklega að þvo okkur hendurnar og síðasta snýfrétti þá ætti að vera heitt vatn en ekki kalt vatn úr sápa. Tryggja aðgang að því að fólk geti komist í að þvo sér hendurnar og að tryggja aðgang að pappírsþurrkum. Við notum ekki handklæði til þess að þurrka okkur hendurnar, heldur pappírsþurrkur. Síðan erum við bara að forðast það að umgangast einstaklingar sem eru með hósta og kvefenginni, þannig að það er bara það að halda eðlilegri fjarlægð til þess og það er reyndar ágætt kannski fyrir svona starfsemi eins og við erum með. Partur af þessu eðlilega hreinlæti til þess að tryggja það að við séum ekki að taka á móti frá öðrum er að hafa til dæmis sérstaka penna sem við notum og sótturinn sem þá bara með reglulegu millibili. Þannig að við erum ekki að deila pennum
í svona rými þar sem við erum mikið að skrifa undir pappír eða eitthvað slíkt. Þannig að það líka partur af þessu að hafa þessa gát. Og það að rugglast á kórónuveirusýkingu og inflúensu, einkenni COVID-19 líkjast inflúensusýkingu, hósta, hita, bein- og vöðvaverkjum og þreytu, þessi típisku flensueinkenni, þau geta valdið alvarlegum veikindum í öndunarfærum og lúnabólgu, en það kemur þá oftast upp sem öndunarerfiðleikar á 4. til 8. degi veikinda og vel að merkja allir þeir sem hafa verið greindir á Íslandi til þessa hafa ekki sýnt sterk einkenni, hafa ekki verið undirsettir fyrir það, en einkenni inflúensu þau hins vegar koma mjög snögglega oftast. Þetta gerist smám saman að þér virðist. En endilega kynnið ykkur bara þær upplýsingar og það er meðal annars þetta vídeo sem ég ætlaði að sýna ykkur. Ef að við erum talin þurfa að fara í sóttkví, að þá það, þú veist, ef að við erum með áhyggjur, og þá það þessar spurningar sem við þurfum að hafa, skimunarspurningar og fyrir farþega og sjúklinga með einkenni öndunarfærasýkingu. Þetta ágætt að hafa bara sem viðmið. Á síðustu 14 dögum hefum við heimsótt áhættusvæði miðað við þann lista sem gefin út á vef landlæknisins og þar þessi stöðuskýrsla þar sem að listin alltaf uppfærður. Höfum við verið í snertingu við einhvern sem með kórónusýkingu, fjölskyldu, vini, skólafélaga, vinnufélaga, ferðafélaga? Höfum við sinnt sjúklingum með öndunarfærasýkingar vegna kórónuveirunar? Eða höfum við heimsótt eða dvalið á sjúkrahúsi eða heilsugæslustöð eða svæðum þar sem að COVID-19 sýking hefur verið vart og það líka þetta áhættusvæði. Ef að við svörum ekki einhverjum af þessum spurningum játandi, þá eigum við ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að smitast. Þannig að þetta svona leiðbeiningin sem að farið eftir. Það ágætt að hafa þessar spurningar í huga þegar við erum að velta fyrir okkur, eru við í hættu eða ekki. Og ég hef haft útgangspunktinn fyrir okkur hér, við förum eftir leiðbeiningum landlæknis, ef landlæknis embættið, sem sé almannavarnir, fara fram á það að við höldum ekki stóra fundi, þá höldum við ekki stóra fundi. Ef að landlæknir segir að við eigum að setja fólk í sóttkví sem kemur frá ákveðnu löndum, þá gerum við það. En við erum ekki að fara fram úr þeim leiðbeiningum sem landlæknir leiðbeina okkur. En ég bara hvet ykkur eindregið til þess að skoða þetta vídeo kórónuveiruna. Ég ætla ekki að eyða tíma í það. Við höfum googlað þessa leiðbeiningar sem eru hér á þessu spjaldi og plastaða og hengt upp inn á klósettum og víðsvegar til þess að draga úr sýkingarhættu. Þetta með að hreinsa hendur með sápu, vatni og handspriti, hósta í olnbogann eða hnerra í pappír, forðast náið samneyti við fólk sem með hita, kvef eða flensueinkenni og það náið lykilatriði þarna held ég. Gæta sjálfhreinlætis og forðast að snerta augu, nef og munn sem virðist vera mjög erfitt að tileinka sér. Og svo varast snertifleti á fjölförnum stöðum eins og handrið, lyftuhnappa, snertiskjái, greiðsluposa og hurðarhúna og vera þá kannski bara með hanska eða hafa handsprit eða eitthvað til við hendina þegar við lendum í þeim aðstæðum. Mér skilst það samkvæmt greiningum að þá eru lyklaborðin okkar líklega sýktustu svæðin sem við getum komist í tæri við, en það gott að hafa þetta í huga. Allt svona dregur úr hættu á smiti. Þannig að ég mæli með þessu skjali hér. Og síðan þetta bara, það sem að við höfum rætt hér að bæði fyrir okkar skrifstofur og bara almennt fyrir starfsemi, fyrirtækja og stofnana, að þá það gott fyrir okkur í því ástandi sem við erum í, að því að þetta fordæmalaust í rauninni. Við erum komið 300 manns í ákveðna sóttkví, það má búast við að þeim fjölgi. Það gott fyrir okkur að fara í gegnum bara svona prósessin að forgangsraða verkefnum skrifstofu stéttarfélaga. Hver eru þau? Og eins og hérna fyrir okkur þetta með að tryggja símsvörun, tryggja tölvupóstsvörun, tryggja hægt sé að sækja styrki og þá það netkerfin okkar sem rafrænt sem skipta máli. Tryggja hægt sé að greiða út til dæmis sjúkradagpeninga,
greiða laun starfsfólks. Þetta þurfum við að tryggja og að það sé hægt að gera það jafnvel þótt að starfsemin loki og þá þurfum við að vera búin að fara yfir það, hverjir eru með fartölu sem það geta tekið með okkur heim, hvernig getum við tryggt tengingar heim, til dæmis með VPN eða öðrum skilgreindum aðgangslyklum að þeim kerfum sem halda utan þessi forgangsverkefni. Það er okkur hollt að fara í gegnum þetta til þess að við vitum hvernig við eigum að bregðast við ef slíkar aðstæður koma upp og þá þurfa þær ekki að koma okkur á óvart. Er það ekki? Þetta eru svona helstu atriðin sem ég vildi koma áleiðis. Er það eitthvað í tengslu við þetta sem að þið myndu vilja spyrja eða koma á framfæri, því annars ætla ég að gefa bara boltan yfir til Magga. Einhverjar spurningar. Mér langar til þess að unmjúta eitthvað all. Get ég ekki gert það? Kveikið bara á þið getið allavega haft það þannig. Ekki unmjúta alla, þá koma svo mikið læti inn. Hver og einn verður bara að gera það ef hann ætlar að spyrja. Gott, þú komst inn, það segir mér að við getum haft samtal. Þannig að hér er Magnús, gjörðu svo vel. Þeir sem vilja spyrja verða bara að ýta á unmute takkan hjá sér. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segir þið? Ég ætlaði eiginlega að taka við spurningu frá ykkur, en þið sáu ég líka byrjað bara og sagt ykkur frá því sem að eins og þið hafið vantanlega séð frá henni Drífu sem að kom í gær. Og síðan var viðtal við Daða hjá Samtökum atvinnulífsins í morgun á Rás 2 og þar kom fram að við erum svo sannarlega ekki sammála það hvernig eigi við að bregðast. Vil ég að ég fara aðeins stutt yfir það? Endilega. Gerið það, all right. Það er tvennt í þessu. Annars vegar það að við höfum sagt að ef þú ert í þeirri stöðu að vera sjúkur, þá er engin vafi á því að þá ertu bara á veikindarétti. Svo svona til sóttkví heima hjá þér eða hvað eina sem er. Síðan er kannski gráa svæðið, eins og kom fram í viðtalinu við þá hjá Samtökum atvinnulífsins í morgun var, þegar gefin eru út almenn tilmæli það að þú haldir þig heima. Og þá vill SA meina það klárlega að þá sé bara, þú bara vera heima hjá þér og launagreiðslur falli niður. Þessu eru við hjartanlega ósammála. Því að þó að fyrirmæling komi sem slík, ef að það er þannig að þú ert með skipun það að vera heima hjá þér, vegna þess að þú hugsanlega berir með þér sjúkdóm, þá segjum við, þá ertu í veikindum í skilningi bara kjarasamninga og laga. En auðvitað á þessu einhverju veikleikar eins og öllu öðru, og þá fyrst og fremst þeir að í sóttvarnalögum er hvergi minnst á þetta úrræði að læknis eða heilbrigðisyfirvöld geti beint tilmælum til fólks að vera svona bara heima hjá sér. Lögin eru bara mjög sterkar þegar kom bein fyrirmæli frá sóttvarnalækni sem segja þú átt að vera heima hjá þér, þú átt að fara í sóttkví. Og ef að slík fyrirmæli koma þá segjum við klárlega þá ertu bara komin í veikindafrí. En þegar að hitt er bara að koma svona almenn tilmæli, þá í rauninni á boltin að fara yfir til atvinnurekenda. Þetta er ekki bara spurning okkur. Þetta er spurning fyrirtækin og rekstur þeirra. Þannig að spurningin á frekar að fara yfir til atvinnurekenda. Þegar einhver kemur og segir ég hef fengið tilmæli það, ég ætti að vera heima hjá mér, þá hringir maður einfaldlega í vinnuna og segir ég hef fengið þessi tilmæli, er óskað eftir því að ég komi til starfa, ég er reiðubúin til þess. Og ef að svari frá atvinnurekendanum með það, nei, haltu þig heima, það er ekki óskað eftir vinnuframlagi þínu eins og þá ertu bara heima á launum. Það er svo einfalt. Annaðhvort veljum við þessa leið eða að SA fellst á það með okkur að það sé eðlilegt að fara eftir þessum tilmælum landlæknis og skilgreina okkur þá veik leið. Þannig að þeir geti ekki algjörlega sloppið. Magnús. Já. Aðeins fara betur yfir hvað þú ert að meina þegar þú talar almenn tilmæli og svo þegar þú talar boð hreinlega. Samkvæmt sóttvarnalögum að þá er sóttkví alveg skilgreint fyrirbæri. Þá er fólk lokað inni og það er hægt að beita lögreglu til þess að fylgja því eftir og svo framvegis. En þegar þú kemur til landsins og þú ert eða fær þessi almennu tilmæli, þá er þetta svona ef þú hefur verið í samneyti eða ferðast saman í flugvél með einhverjum sem að seinna greindist með
veiruna, þá svona tilmælin það að þú haldir þig heima í hálfan mánuð, jafnvel þó sitt einkennalaus. Þannig það ekki sóttkví í skilningi laga. Þannig að þeir sem að koma núna til landsins einkennalausir, þeir fá þessi almennu tilmæli og þau valfrjáls. Eftir því sem ég best veit að þá fær fólk þessi almennu tilmæli og samkvæmt sóttvarnalögunum það þannig að landlæknir ber að beita, hvað ég var að segja, vægust úrræðum og reyna að leysa málin án beinna fyrirmæla svona alveg hreint ef hann getur og það það sem hann að gera. Það sem ég segi ef við fáum þessi tilmæli, þá þurfum við að segja hver ber ábyrgðina á mér núna. Og þá það að vera atvinnurekandinn sem segir, það ekki óskað eftir því að þú komið til starfa. Þú segir sjálf, ég reiðbúin til að koma til starfa. Má ég spyrja varðandi þessi tilmæli að vera í sóttkví, það staðfest skriflega að þú sért með tilmæli það að fara í sóttkví, þannig að þú getur framvísað því? Það engin tilmæli gefin út það að fara í sóttkví. Sóttkví það að þú ert lokaður inn og einangraður undir gæslu. Já, en að fara í svona einangrun, fólk ákveður þetta líka svolítið sjálft að með skilst, já. Erum við að tala það að allir sem að ákveða eða ráðlagt að vera í sóttkví að þeir séu á veikindalaunum? Ef einhverjum ef að koma svona almenn tilmæli frá landlækni það, til dæmis hafið þú komið í flugvél frá Reykjavík einhver staðar og það einhver smittar í vélinu og það svona almenn tilmæli til þín það að þú haldir þig heima við, þá ég að segja það var bara tvennt til í stöðunni. Annarkvort förum við eftir því og erum skilgreind þannig að við séum í hópi þeirra sem eru sjúkir í skilningi kjarasamninga og séum á veikindalaunum, eða þá að það sé atvinnurekandinn sem við vinnum hjá sem að taka ákvörðun það hvort ég eigi að koma til vinnu eða ekki. Þú sért reiðubúin til þess. Við verðum að ýta ábyrgðinni yfir frá okkur, yfir á þann sem að í rauninni á að taka þess ákvörðun sem gæti þá verið atvinnurekandi. En sóttkví það þegar út lokuð inni. Þetta almenn tilmæli. Ef ég ákveða sjálfur, án þess að hafa fengið einn almenn tilmæli, þá það á mína eigin ábyrgð. Já, sem sagt grundvallarmunur á annars vegar sóttkvíni og hins vegar einangrunni, þannig að þetta snýr kannski svona vafamálin snúa meira á einangrunni. Sóttkvíin og einangrunin, það alveg ljóst. Það ekki hægt að beita sóttkví og einangrun nema á sjúka einstaklinga og þeir eru þá komnir inn á veikindalaun. Þetta til þess að hefta útbreiðslu sjúkdómsins, þá eru gefin út almenn tilmæli. Og það sem ég að segja það, þessi almennu tilmæli, þau eru ekki bara til okkar, þau eru líka til atvinnurekanda og atvinnurekandi taki ákvörðun það, hvort hann óskar eftir vinnuframlagi okkar eða ekki. Mjög skýrt og gott, Magnús. Góðan daginn, við erum með eina spurningu. Já. Ef atvinnurekandi óskar eftir því að viðkomandi komi með vottorðum að hann sé heilbrigður og vinnufær, hvað gerum við þá? Góð spurning, Hermann. Ég hef nú oft verið hrifinn af þessu. Ég gæti farið til læknis og fengið vottorð það að ég væri heilbrigður, meðal annars að ég væri ekki geðveikur. En ég get ekki fengið svoleiðis vottorð útgefið, því að læknar gefa ekki slík vottorð, en vinnufærni, það áttu bara við vinnufærnis vottorð. Að ég farið til læknis og fá vinnufærnis vottorð. Læknir sem að myndi taka, ef ég kæmi til læknis og væri heilbrigður, ekki með hita og engin einkenni og óskaði eftir vottorð, þá væntanlega fengi ég vottorð það að ég væri vinnufær. Svaraði þetta spurningunni, Hermann? Já, þá þurfum menn væntanlega að gera það til þess að fara svo til atvinnurekandans aftur og segja ég með vottorðum það ég sé vinnufær. Taktu ákvörðun það hvort ég á hvað vinnu. Nákvæmlega, þú ert bara að segja þetta eins og ég að segja. Við þurfum að fara með ábyrgðina þangað sem hún á heima. Og ef á að taka á þess af einhverju alvöru, þá ættu þetta stjórnvöld að hoppa þarna inn vegna þess að þau eru búin að taka þessar ákvarðanir fyrir alla sína starfsmenn og við fjármögnum alla launagreiðslur ríkisins með sköttunum okkar og það ekki tvær þjóðir í þessu landi, það ein þjóð í þessu landi, það ekki þjóð opinberra starfsmanna og þjóð almenns launafólks. Þannig að þetta mjög skrítin viðbröð, ekki skrítin, þetta eru góð viðbröð hjá ríki og sveitarfélögum, en þau bara fara yfir allan almenning, ekki bara hlutans. Það önnur pæling líka út af í sumum tilfellum, þú kannski búin að svara þessu reyndar, en í sumum tilfellum það að fyrirtækið setur þetta algjörlega í hendurna á starfsmönnum.
hvað hann gerir. Þannig að í sjálfu sér samkvæmt þessu þá eigum við að reyna að setja þetta bara stappa í stálið í okkar félagsmanni og segja honum, þú verður að kasta boltanum í rauninu svolítið í því að það atvinnurekandi sem vill ekki fá þig inn. Nákvæmlega, þetta eins og að spila bara borðtennis við atvinnurekanda. Hann segir, nei, takk þú bara ákvörðun við sig, nei, þetta þitt fyrirtæki, ég vinn hjá þér, takk þú ákvörðun það hvort ég koma til vinnu eða ekki. Takk. Ég svona velti fyrir mig hvort að við ættum að beina þá til okkar félagsmanna að það bara hreinlega spyrja hvort það eigi að mæta í vinnu eða það hættulegt? Erum við þá að varpa ábyrgðinni of mikið á okkar félagsmenn? Hvernig það? Hafið þið eitthvað spáð í það? Ertu að meina hvernig við myndum gera þetta? Ég svona spáði hvort að við eigum að senda bara út tilkynningu það að félagsmenn spyrji sína atvinnurekendur hvort þeir eigi að mæta til vinnu. Ok, við skulum varðandi það, þá það fundur í miðstjórn morgun. Já, ok. Og miðstjórn ætlar að koma með einhverju svona formlega, getum við sagt, afstöðu eða eitthvað í þá verun og vonandi þetta eitt af þeim atriðum sem þá ávarpa. Hvernig við færum með þetta. En eins og þið heyrið, ef þið hafið hlustað á Rás 2 í morgun og þá munur á milli þess sem við erum að segja og það sem SA að segja og það ekkert ólíklegt að þetta muni enda í átökum það fyrir dómstólunum hvor hafi rétt fyrir sér. Maggi, já. Georg hérna. Sæll. Mér langar að spyrja nú eru svona aðstæður þar sem að fólk að koma erlendis frá á vinnustaði og aðrir fyrir kannski sem óttast að vera útsettir fyrir því að fá veiruna og það kom upp spurning meira sér fyrir helgi hvort að starfsmenn getur neitað að vinnufélagar kæmu til vinnu hvernig það myndi í raun og veru virka. Þetta tilfellið Tenerife sér dæmi. Ég hef nú ekki hugleitt það, en ég held að þá myndi ég nú bara vilja vitna í Guðrún hérna áðan. Við skulum nú vera aðeins róleg, ekki fara að taka ákvörðun það einangra vinnufélagi okkar vegna sem við höldum að þessu hugsanlega veikir af því þeir hafi verið á Tenerife. Það svolítið langt gengi, en aftur kemur þetta bara. Þetta alltaf spurning áhættuflutning. Það atvinnurekandinn sem ber ábyrgð á því að tryggja öllum starfsmönnum sínum öruggt og heilbrigt vinnuumhverfi. Og ef að hann telur, hvort sem það vegna þess að starfsmenn eru hræddir eða það einhver raunveruleg hætta, ef að hann telur að öryggi og heilbrigði á vinnustafinu sé best tryggt með því að tiltekinn starfsmaður komi ekki til vinnu, þá tekur hann ákvörðun þar Það ekki okkar. Væntanlega þá staðan svo að ef mann eru stressaðir yfir þessu og velja það sjálfur þá að mæti ekki til vinnu út af þessu, þá væntanlega myndi force majeure ákvæði virka að fólk gæti staðið á þeim rétti að mæti ekki en það væri þá eigin ábyrgð í því samhengi. Já, þetta myndi ekki vera neitt force majeure, Georg. Þetta force majeure raunverulegt hættuástand, Þetta ekki raunverulegt hættuástand og ef þú tekur þessa ákvörðun að mæta ekki til vinnu vegna þess að þér finnst rangt að sé maður í vinnunni sem hafi komið frá Tenerife, þá það þín ákvörðun. Ég myndi ekki treysta mig til þess að flytja ábyrgðina af því yfir á atvinnurekandann. Henni. Takk. Magnús, varst að segja áðan að hjá ríki og sveitarfélögum þetta almennur veikindaréttur? Það kom fréttatilkynning frá ríki og sveitarfélögum núna hvað var það starfsmenn þeirra að ríkið ætlar að greiða þeim laun sem eru í þessari stöðu. Og jafnframt að gefa þeim tækifæri til þess ef þau vilja ekki koma til vinnu að geta notað þetta sem orlofsrétt eða launalaust leyfi. En ef þeir sem eru í þessum tilmælum og sagt að koma ekki til vinnu, þeir verður bara launum áfram. Þá við okkar félagsmenn hjá ríkissveitarfélögum væntanlega þá líka. Skildi þetta fyrir sveitarfélögin líka eða bara ríkisstarfsmenn? Ég skildi það þannig. Ég á eftir að sjá yfirlýsinguna sjálfa og þarf að skoða það. En svona hefur fréttaflutningurinn verið sem sagði frá þessu. Það yfirlýsing hjá sambandinu að þeir fara eftir þessum tilmælum frá fjármálaráðuneytinu. Já.
Já, sveitarfélögin gera það, já. Sveitarfélögin ætla að gera það samkvæmt allavega heimasíðunni þeirra í gær, en ég vil samt benda á að þetta fer ekki af veikindaréttinum. Þetta ekki borgað sem veikindi, heldur bara laun. Nei, en það segi ég, þeir eru að taka þarna ákvarðanir sem eru mjög góðar ákvarðanir til þess að róa almenning og til þess að passa upp á það að við verðum skaðlaus af þessu. En þá eru þeir líka að haga sig eins og séu tvær þjóðir í þessu landi. Þjóð opinberra starfsmanna og þjóð almenns launafólks. Það finnst mér bara mjög skrítin afstaða. En ég er mjög sammála því sem þeir eru að gera. Þeir koma vel fram við sitt starfsfólk og það er gott. En við borgum launið þeirra. Magnús, það er síðan eitt hérna varðandi svona ástandið að maður heyri það náttúrulega að fólk fara að taka þetta mjög inn á sig og margir hverjir orðnir stressar yfir þessu. Já. Ef að hérna, ég meina fólk bara vegna andlegs álags myndi nú bugast og hérna treysti sér ekki til vinnu vegna þessa, þá myndi það væntanlega gilda bara eins og áður. Það eru veikindi. Já, andlegir sjúkdómar, andlegt álag, niðurbrot og annað þess háttar, það eru fullkomlega, getur réttlætt fullkomlega lögmætt forföll frá vinnu. Þá þarf maður bara að tryggja sér vottorð viðeigandi sérfræðings þarum. Og þá er það vinnuveitandinn einmitt sem þarf að fara fram á að þú sannir veikindin, ekki satt, með vottorðið eða staðfestir. Já, hann óskar, það er bara almennu reglunar, ef hann treystir því ekki þegar þú hringir inn að mótni og segir ég treysti mér ekki til vinnu í dag vegna þess að ég er bara orðinn svo andlega útslitinn af þessu öllu saman að ég treysti mér ekki, ég tel mig ekki vinnufæran, þá er það hans ákvörðun að segja já, þá óskar ég eftir því að þú farir til læknis og komið með vottorð. En hann getur líka valið það bara að treysta þér og þá er það bara, þetta er bara almennu veikindaréttar reglunar. Nákvæmlega. Takk fyrir. En Halldór var að rétta mér hér Grönvold reglurnar þetta þeir eru ekki búin að fara til. Þeir tala bara sóttkvína og það er samkvæmt fyrirmælum heilbrigðisyfirvalda eða fyrirmælum viðkomandi sveitafélags, samkvæmt viðbragðsáætlun og þá eru þeir að tala sóttkvína, nánast gera svona, hvað ég var að segja, já, sama sem merkja á milli sóttkvíjar í skilningi sóttvarnalaga og þess að það séu almenn tilmælum að vera heima hjá sig. Ég er ekki alveg viss að það sé alveg fullkomlega rétt hjá þeim, sko. En það segir að minnsta kosti, ef þú ert í sóttkví, hvort sem að það er vegna þess að koma svona tilmæli eða þú ert lokaður inni, þá eru greitt bara meðaltalslaun samkvæmt ákvæðum kjarasamninga og fjarvist helst ekki til veikinda. Og ef þú tekur eigin ákvörðun að setja þig sjálfan í sóttkví, þá er það bara orlof eða launarsleyfi. Og síðan ef það eru veikindi til það er náttúrulega ekki að ræða það er náttúrulega bara veikindaréttur. Þannig að þeir eru að fara bara á mjög sanngjarnan hátt inn í þetta og sem væri óskandi að samtök atvinnulífsins og atvinnurekendum myndi fylgja. En ég heyri það í morgun og þeir ætla sér ekki að gera það. Hvað skjálfast að fara yfir núna? Þetta eru leiðbeiningar sveitafélaga vegna COVID-19 af heimasíðunni þeirra. Ok, flott.